Já, komið sæl. Ég heiti sem sagt Guðlaugur Gunnarsson og ég starfaði ásamt konu minni í Eþíópíu sem kristniboði á árunum frá 83 til 98 og ég ætla að segja ykkur aðeins örstutt frá landinu Eþíópíu og síðan aðalega frá starfi kristniboðsins og vexti kirkjunnar sem ávöxtur af því starfi, bæði í Konsó héraði, þar sem Íslendingar hafa starfað, og einnig í landinu í heild. Eþíópía ævafornt keisaraveldi í Austur-Afríku. Það eina land Afríku sem aldrei hefur verið nýlenda Evrópuþjóða og síðasti keisari ættarinnar sem rakti ættir sínar alveg aftur til Salómons í Jerúsalem og drottningarinnar af Saba. Hann hét Haile Selassie og honum var stift af stóli árið 1974. Í landinu ein elsta kirkja heims, gömul orthodox kirkja, sem þó eiginlega bara virk í borgum og bæjum. Það bil 90% íbúa bjuggu í sveitum í upphafi síðustu aldar og voru bændur. Heiðni var mjög útbreidd til sveita á þessum tíma. Íslamstrú hafði einnig verið lengi í austurhluta landsins, en landið gekk síðan í gegnum miklar breytingar síðustu 50 ár. Byrjaði með kommunistabyltingu árið 1974 og áróður þeirra svo næstu tæpu 2 áratugina. Borgarastríð þjóða í norðurhluta landsins sem vildu brjótast undan oki kommunistana og helst verða sjálfstæðir var háð meðan kommunistarnir voru við völd. Og því lauk árið 1991 þegar Mengistu Haile Mariam sem stjórnaði landinu flúði land og herinn leystist upp og Eritrea varð sjálfstætt ríki og tígremenn frá Norður-Eþíópíu tóku stjórn landsins. Síðustu áratugi hefur nútímavæðing verið á fullri ferð, einkum í höfuðborginni Addis Abeba. Eþíópía 10 sinnum stærra land en Ísland, annað fjölmennasta ríki Afríku. Þarna búa yfir 80 mismunandi þjóðir, hver með sitt tungumál og menningu. Samtals Eþíópar rúmlega 130 milljónir og verða tvöfalt fleiri eða í kringum 260 milljónir árið 2065 ef útreikningar Sameinuðu þjóðanna standast. Helmingur þjóðarinnar nú undir 19 ára aldri og núna 78% sem búa í sveitum landsins því að margir flytjast til borganna og stúdentum fjölgar mjög mikið en það hefur háskólum fjölgað. Upp úr aldamótum 1900 tóku ýmsar kristniboðshreyfingar að starfa á víð og dreif Eþíópíu. Norðurlandaþjóðirnar tóku þátt í þessu starfi, fyrst Svíar, en hinnar þjóðirnar bættust við miðja öldina og þar á meðal Íslendingar. Íslendingar sendu fyrst kristniboða til Eþíópíu 1953, en þau settust að í Konsó í suðvesturhluta landsins. Konsó þjóðin sem þar býr litlu færri en Íslendingar. Konsó hérað ekki nema 1000 ferkílómetrar eða 1/10 af stærð Íslands. Fólkið þar harðduglegt og vinnusamt. Þegar starfið hófst var satanstýrkun útbreidd og fólkið mjög bundið af ótta við illa anda. Seiðmenn ríktu yfir fólkinu og fáfræði var mikil enda engir skólar á svæðinu. Kristniboðarnir lögðu áherslu á að ná til fólksins með fagnaðarerindið. Það var þó ekki auðvelt því að túlka þurfti allt sem sagt var yfir á mál fólksins. Siðir þeirra virtust líka harðneskjulegir og einkendust af óttanum við illu andana og valdi seiðmannana yfir fólkinu.
Fólk kom samt og hlustaði á boðskapinn Jesú sem rak út illa anda og sterkari en Satan. Það urðu umskipti þegar þekktur seiðmaður kom á fund kristniboðana. Hann hafði lagt við hlustir þegar kristniboðarnir höfðu predikað og nú vildi hann fá að tilheyra Jesú og ekki Satan og hann vildi að þeir hreinsuðu kofa sinn af öllu sem tengdist andadýrkunni. Hann sagði: hingað til hefur Satan drepið öll þau börn sem ég hef eignast. Og ég vil ekki tilheyra honum lengur, ég vil tilheyra Jesú og þjóna honum. Fólkið í þorpinu safnaðist óttaslegið við kofa seiðmannsins Berja Garmó morgunin eftir til þess að sjá hvernig Satan hefði gert út af við hann. Og það var mikil undrun og hafði áhrif á fólkið þegar hann kom út brosandi og sagðist hafa sofið mjög vel og aldrei hafa átt slíkan frið áður. Þessi atburður hafði mikil áhrif og vakti áhuga fleiri á að taka trú á Jesú. Og smán saman bættist einn og einn í söfnuðinn í heilagri skírn og söfnuðurinn tók að vaxa. Sjúkdómar og veikindi voru mjög algengt úti landsbyggðina en nánast enga hjálp að fá. Fólk kom berandi með sjúka ástvini og spurði hvort kristniboðarnir gætu hjálpað. Þörfin fyrir hjúkrunar- og læknishjálp var mikil og henni varð að mæta. Og hjúkrunarfræðingar og læknar komu til starfa og lögðu starfinu lið, bæði á sjúkrastöðvunum og stærri sjúkrahúsum. Hér Jóhannes Ólafsson læknir að störfum. 1000 mannslífa var bjargað gegnum árin sem komu. Á þessum tíma höfðu skólar ekki verið byggðir í sveitum landsins þar sem að kristniboðið starfaði, svo fljótlega var farið að reisa skóla og sementsblokkirnar voru framleiddar á staðnum. Skólarnir urðu mikið aðdráttarafl auk þess sem að það undirbjó unga og efnilega nemendur fyrir leiðtogastöður í framtíðinni. Menntun lykill að framförum í þjóðfélaginu. Kirkjan tók að vaxa og fleiri komust til trúar á frelsaran. Jesús sterkari en Satan og hann getur leyst menn undan ánauð hans og þrældómi, var algengt að heyra í vitnisburði þeirra sem komist höfðu til trúar. Nokkrum árum eftir að Íslendingar hófu störf í Eþíópíu ákváðu lútersku kristniboðsfélögin í samvinnu við innlendu kirkjuleiðtogana víðs vegar landið að stofna þjóðkirkjuna Ethiopian Evangelical Church Mekkane Jesus. Þetta var 21. janúar 1959 og þá voru meðlimir kirkjunar þegar orðnir 20.000. Kristniboðsfélögin héldu áfram samvinnu í 10 ár en 1969 var gert samkomulag á milli innlendu kirkjunar og 5 kristniboðshreyfinga að kirkjan tæki nú alfarið við stjórninni og að kristniboðarnir yrðu starfsmenn innlendu kirkjunar. Allar ákvarðanir starfið og starfstaði hafa síðan verið teknar af eþíópískum kirkjuleiðtogum. Kristniboðarnir vinna ekki fyrir kristniboðsfélögin heldur í þjónustu kirkjunar sem starfsmenn hennar við hlið innlendra starfsmanna og þetta var skref í sjálfstæðisátt. Kirkjunni var skipt niður í nokkur biskupsdæmi eða sínótur. Kristniboðarnir ráðfæra sig við eþíópíska leiðtoga hver í sinni sínótu. Sínótunum var skipt niður í héruð. Hvert hérað sig var þannig að út frá miðstöð þess var auðvelt að ná út til alls héraðsins og þar voru sóknirnar og hver sóknum sig gat haft marga söfnuði. Kirkjan hefur þróað með sér hugsjón að þjóna öllum manninum til líkama og sálar og anda, svo kallaða heildræna þjónustu.
Þetta kemur vel fram í því fjölbreytilega starfi sem að kirkjan stendur að. Meginþættir í starfi kirkjunar eru boðunar og safnaðarstarf þar sem að lögð áhersla á persónulega trú og bænalíf. Það er eðlilegt að sækja guðþjónustur og bænastundir og fræðslu í minni hópum sem leggur grunn að þekkingu á Biblíunni og boðskap hennar. Biblíuskólar og sérstök biblíunámskeið hafa verið haldin til að mennta fagnaðarboða og predikara sem starfa í söfnuðunum. Kirkjan setti á fót eigið guðfræðiseminar og leiðtogaþjálfun og þann hafa verið útskrifaðir síðan fjölmargir prestar sem hafa tekið við sem leiðtogar safnaðana. Samhliða þessu hefur alltaf verið sérstakt kvennastarf, þar sem lögð áhersla á valdeflingu kvenna, fræðslu og hagnýta kennslu sem hefur nýst þeim bæði sem mæðrum og stjórnendum á heimilum sínum. Vaxandi sjálfstraust þeirra og þekking á hreinlæti og næringu hefur stuðlað að betra heilbrigði og leið einnig betra sambandi við eiginmenn. Eðlilegur hluti af safnaðarstarfinu hefur verið áhersla á útbreiðslustarf til nýrra svæða, að breiða boðskapinn áfram út til þeirra sem ekki hafa heyrt og veita þeim hlutdeild í þeim gæðum sem söfnuðurinn hefur eignast í trúnni á Jesú. Þetta er kristniboðs hugsjón kirkjunar. Svo er það þýðing Biblíunnar á þjóðtungur landsins einnig mikið áhersluatriði. Þótt Biblían sé aðgengileg eða fáanleg á ríkismálinu, er það ekki jafn gott og að hafa hana á eigin tungu. Konur hafa ekki allar gengið í skóla til dæmis og kunna því margar ekki annað en eigið móðurmál. Það er því mikill hagur í því að þýðingastarfið hefur lagt áherslu á að kenna þeim sem ekki kunna að lesa og skrifa á eigin tungumáli með áherslu á að ná sérstaklega til kvennana og efla þær. Og það er því gríðarleg breyting og gleðiefni að sjá þegar að þær geta farið að skrifa og lesa sjálfar á eigin máli. Í samræmi við hugsjón kirkjunar að þjóna jafnt andlegum sem líkamlegum þörfum mannsins hefur kirkjan samhliða þessu leitast við að mæta öðrum þörfum þeirra sem hún starfar á meðal, með þjónustu eins og hjúkrunarstarfi og læknishjálp, lestrarkennslu og almennu skólastarfi, allt frá leikskólum og upp í grunnskólana og upp í menntaskóla og iðnskóla og jafnvel háskólastig. Þróunarhjálp margskonar hefur verið unnin eins og endurbætur í landbúnaði, ávetur, vatnsöflun, brunnar, skógrækt, vegagerð og svo framvegis. Einnig hefur kirkjan staðið fyrir víðtækri neyðarhjálp á tímum hungurs og þurrka, til dæmis í Konsó og nágrannahéruðunum, þar sem að hungursneyð hefur gert vart við sig æ ofan í æ. Kirkjan gekk í gegnum miklar þrengingar á tímum kommunistastjórnarinnar í landinu 1974-91. Kirkjunum var lokað og þær voru jafnvel rifnar niður. Ofsóknir og fangelsanir urðu algengar og pyndingar og jafnvel morð á kirkjuleiðtogum fylgdu í kjölfarið. Þrátt fyrir þessar aðstæður styrktist kirkjan og eldist og óx ennþá meira. Mekkani Jesúskirkjan vex hraðast allra lúterskra kirkna í Afríku og er stærst þeirra. Lykillinn að vextinum er mikið bænastarf, bænasamkomur, fyrirbænir, fasta og bæn. Ungt fólk er óhrætt við að segja frá trú sinni hvar sem er og vitna þann frið og breytingu sem að hún hefur gefið þeim. Oft þurfa menn að flytjast búferlum vegna starfs eða náms og mynda þá gjarnan hópa á nýjum stað, lesa með þeim í Biblíunni og vitna trúna og smá saman verða til litlir söfnuðir svo kirkjan breiðist út.
Sjálfboðaliðar skipta miklu máli í starfi kirkjunnar. Það almenn þáttaka í ýmsum þjónustuhópum, kórum, bænahópum, leshópum, nágranna heimsóknum og sjúkravitjunum. Slíkt hefur mikil áhrif. Og þessi kirkja einnig mjög opin fyrir starfi heilags anda og gjöfum hans til þjónustu. Segja má að Mekkani Jesús kirkjan sé karismatísk lútersk kirkja. Meðalvöxtur á ári hefur verið 12,5% ára á milli síðustu ár og kirkjurnar eru þétt setnar af ungu fólki. Sjáu þið svona í kirkjunum hér. Eins og ég nefndi áður voru meðlimir kirkjunar 20.000 þegar hún var formlega stofnuð 1959. 32 árum síðar eða 91 voru meðlimirnir orðnir 1 milljón, 97 voru þeir 2,3 milljónir og 2009 voru þeir 5,3 milljónir og 2019 voru þeir orðin, og þá voru 60 ár frá formlegri stofnun, þá voru þeir orðnir 10,4 milljónir. Og það má eiginlega segja það að hátt í 10% af íbúum Eþíópíu tilheyra nú Mekkani Jesúskirkjunni. Þetta ótrúlegur vöxtur og það mikil áskorun að uppfræða alla nýja meðlimi í trúnni og grundvalla þau í þekkinguna á Biblíunni og hvað felst í því að vera kristinn. Uppfræðsla og þjónusta unnin af litlum efnum. Vöxtur kirkjunar meðal annars í Konsóhéraði þar sem að Íslendingar hófu störf alls ekki minni. Nú eru konsómenn sem búa innan héraðsins orðnir fleiri en Íslendingar. Á landsvísu þeir núna 475.000. Í febrúar á síðasta ári, 2023, kom að langþráðu vaxtarskrefi í starfi Konsó í héraðinu, því að þá varð það að sjálfstæðu biskupsdæmi eða sínótu eftir langan undirbúning. Og núna árið 2024 í Mekkani Jesúskirkjunni í Konsó 166 söfnuðir og 58 nýjir predikunarstaðir sem svona vísir að söfnuði. Meðlimafjöldinn nú orðinn rétt rúmlega 118.000 manns sem hafa lokið námskeiðum og staðfest trú sína með fermingu. En það fjöldi fólk sem tilheyrir að auki kirkjunu sem ennþá að læra og undirbúa sig fyrir fermingu. Uppfræðslan krefjandi því að prestarnir aðeins 52 í Konsóhéraði og fagnaðarboðarnir 186. Á vegum kirkjunar á landsvísu starfandi meira en 4.000 prestar sem þjóna vel yfir 9.000 söfnuðum. Predikarar tvöfalt fleiri en prestarnir og sjálfboðaliðarnir, þeir meira en 400.000. Fjárhagsáætlun kirkjunar byggist stöðugt meira á framlögum frá söfnuðunum sjálfum, en enn mikil stuðningstörf frá kristniboðsfélögunum, sem jafnt og þétt hafa þó verið að reyna að draga úr fjárhagsstuðningi sínum svo kirkjan verði sjálfstæðari. Kirkjan hefur þríþætta hugsjón að ná til allra þjóða Eþíópíu með fagnaðarerindið og breiða það út enn lengra til annarra þjóða. Þetta kristniboðshugsjónin. Kirkjan vill verða sjálfstæð á 3 sviðum í fjármálum, í guðfræðilegri uppfræðslu og stjórnun, alveg frá grasrót og upp í efstu lög. Að þjóðfélagið mótist og læknist og einkennist af friði og einingu sem árangur af heildstæðri þjónustu kirkjunar. Sérstök áhersla lögð á að ná með fagnaðarerindið
út í suðvestur, austur og norðurhluta landsins. Einnig mikil áhersla á uppfræðslu og styrkingu safnaðanna með menntun og þjálfun predikara og presta og guðfræðinga, jafnhliða almennum safnaðarmeðlimum. Þar þjóna bæði biblíuskólar víða landið og svo seminar kirkjunar í höfuðborginni miklu hlutverki. Áherslan á að þýða biblíuna þannig að allir geti lesið hana á máli sem þeir skilja. Það var mikill áfangi fyrir kirkjuna í Konsó í upphafi þessa árs, 2024, þegar biblían öll hafði verið þýdd á Konsó-mál og var gefin út. Mikil hátíð var þá og fulltrúar frá Kristniboðssambandinu mætti á staðinn ásamt öðrum gestum frá Kristniboðinu, ásamt fulltrúum fyrir Íslenska Biblíufélagið sem höfðu stutt þýðinguna og útgáfustarfið og allir sem höfðu komið að verkefninu voru mættir. Og ég ætla að leyfa ykkur að sjá hér örstutt vídeó frá hátíðinni. Today is a great joy for me as a translator and as a president for the church, and also as a native, it's for the whole community. It's a great joy. So we are so happy, very happy. So we started an Old Testament translation project in 2005. So I am happy today that we got to know our also Bible. I was part of Old Testament project team, translation project team. So I joined them after 2 years, I think they started, and I translated with them some few books. I think I drafted Genesis and Psalms. Then I think in the middle of the process, and the financial challenge came across, so it was stopped and some of the translators left the work. Well, that was a time when the Konsó zone was in a very terrible situation. A lot of damage has happened to the area. After that, it is the Lutheran Bible translators who came and be part of the work until we finished right now. So it is more than 7-8 years that they supported the Konsó Bible. Whenever people get the language Bible translated into their own heart language, they really become part of peace building. They become part of the conflict resolution. So for us as a country, this is a great achievement. Makkana-Jesúskirkjan gerði árið 2024 að sérstöku biblíuári með áherslu á útbreiðslu biblíunar til allra í landinu. Barna- og unglingastarf í fókus til þess að ávinna ungu kynslóðina sem lærisveina Jesú. Haldin hafa verið fjölmörg námskeið og viðburðir og ráðstefnur með ungu fólki í kirkjunni víða landið til þess að efla það og styrkja. Og núna í þessum ágústmánuði sem að ljúka, þá hefur verið sérstakt átak þar sem að safnaðarmeðlimir og ekki síst unga fólkið fer og segir öðrum frá trú sinni. Einnig áhersla á starf meðal kvenna og aukna þátttöku þeirra sem leiðtoga í kirkjunni og í þjóðfélaginu. Kirkjan í Konsó hefur reist og rekur sérstaka stúdentagarða fyrir munaðarlausar stúlkur til þess að veita þeim tækifæri til þess að sækja skóla og stunda nám í öruggu umhverfi. Það var þess vegna hátíðleg og gleðileg stund þegar fyrstu nemendurnir þaðan útskrifuðust nýverið úr framhaldsskóla. Stofnuð voru kristniboðssamtök í kirkjunni, International Mission Society, í janúar 2008 og kristniboðsskóli var settur á stofn við Taborskólan í Avasa í framhaldinu.
Og fyrir nokkrum árum var haldið sérstakt kristniboðs ár í kirkjunni. Þáttakendum í kristniboðshreyfingu kirkjunar stöðugt að fjölga og tugir þúsunda meðlima kirkjunar styrkja þetta kristniboðsstarf. Frá því að 3 fjölskyldur voru fyrst kallaðar til kristniboðsstarfa á sérstakri kristniboðaráðstefnu eða kristniboðsráðstefnu kirkjunar í janúar 2010 hafa æ fleiri kristniboðaefni lagt stund á undirbúningsnám við Guðfræðiskóla kirkjunar Mekkani Jesús seminari. Og alls hefur kristniboðsfélag Mekkani Jesús kirkjunar sendt út 58 kristniboða, meðal annars til Pakistan, Norður Keníu, Sómalíu, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Botswana, Mali, Tchad, Kína, Suður Súdan, Dubai, Djibouti, Eritreu, Guyana, Ghana, Lesotho og Sierra Leone. Framtíðarsýn samtakana að senda 20 til viðbótar, meðal annars til Vestur- og Austur-Afríku, Tyrklands, Ísraels, Marokkó, Egyptalands og víðar. Stefnan sett á líka að ná til allra þjóðflokka innan Eþíópíu og út fyrir landamæri hennar. Áherslan á að vekja söfnuðina til ábyrgðar, að bera ávöxt og breiða út fagnaðarerindið út þennan heim. Kristniboðssamtök kirkjunar hafa tvíþætt markmið að senda kristniboða til svæða í heiminum sem eru enn ekki kristin og vekja kristniboðshugsjónina á öllum stigum kirkjunar innan Mekkani Jesús kirkjunar. Kirkjan lætur að sér kveða í samfélagi kirkna og fyrir rúmum áratug var til dæmis haldin 3 daga alþjóðleg ráðstefna á vegum kirkjunar guðfræði og kristniboð. Nú auðveldara að ná til fólks en áður vegna tækninýjunga. Samgöngur og samskipti auðveldari og menntunarstigið orðið hærra. En helstu áskoranir kirkjunar kannski skortur á samstillingu eða samstilltu skipulagi útbreiðslustarfs og fjárhagsörðuleikar, ónóg og sinnvirk fræðsla nýrra í trúnni og skortur á skipulagri þjálfun leiðtoga og sjálfboðaliða. Önnur vandamál tengjast vaxandi veraldarhyggju, áhrifum úr vestrænni menningu og fjölhyggju og eftirlátssemi. Múslímum fjölgar líka ört og þeir stefna að því að ráða yfir allstaðar í heiminum og þeir taka mikinn þátt í viðskiptalífi og nota auðæfi sín til þess að hafa áhrif á útbreiðslu trúar sinnar. Moskur reistar á áberandi stöðum til að gefa til kynna yfirráð þeirra og íslamskir skólar frá barnaheimilum upp í menntaskóla bjóða freistandi skólastyrki. Múslímar virkir í stjórnmálum landsins. Reynt að koma inn hugmyndum að kristindómur sé erlend trú og sumir hvetja vel til þess að snúa tilbaka til gamalla hefðbundins átrúnaðar. Fátæktin mikil og útbreidd í landinu, einkum meðal hinna kristnu. Eyðni og ýmsa aðrir sjúkdómar útbreiddir og börn og ungmenni verða oft fyrir barðinu á þessum sjúkdómum. Kirkjan tekst á við þessar áskoranir og stefnir ótrauð áfram að markmiðinu að ná út með fagnaðarerindið og kristniboðshreyfingarnar standa með kirkjunni að þessu. Okkar ábyrgð að biðja áfram fyrir þessari kirkju, leggja henni fé til að ná markmiðum sínum og senda kristniboða til starfa til þess að fara með þeim sem sendir á erfiðustu svæðin í suðvestur Eþíópíu meðal annars, þar sem enn fólk sem ekki hefur heyrt fagnaðarerindið. Og með þessu lýk ég þessu erindi upphaf og vöxt Mekkani Jesús kirkjunar sem dótturkirkja íslensku kirkjunar. Nú vil ég leyfa ykkur að koma með spurningar eða viðbrögð við þessu
og ég set hér fram bara einhverjar spurningar, hvers vegna þessi miklu vöxtur, hver lykillinn að honum, og ef við berum okkur saman við þessa kirkju, hvað getum við lært? Og eitthvað sem að okkur vantar sem þeir hafa? Gjörið svo vel, ef að þið myndu bara gefa merki, þá kemur hann hérna með hljóðnema til ykkar og spurningum má þá koma með spurningar af þannig að þær fari í útsendinguna. Já, hvað spyrjaði Guðlaugur, hvað getur, þetta áhugaverðar spurningar aðra, en ég ætla kannski bara að vísa í það spurningar sem þú ert með þarna. Hvað getur íslenska kirkjan, þjóðkirkjan lært af þessum mikla vexti og hvernig eru prestar þjálfaðir og hvernig geta framfærir átt sér stað í að efla kristna trú á Íslandi með það sem að þessi kirkja hefur náð svo mögnuðum árangri á þessum árum frá bara síðustu 50-60 ár. Þetta alveg magnað að sjá þetta. Ég hefði nú viljað heyra ykkar hugmyndir því að ég náttúrulega búin að segja ýmislegt. Einhverjir sem vilja svara þessu? Koma með hugmyndir? Það áhugavert að sjá áherslu þeirra á kristniboð. Það lykill að vextinum að þeir eru alltaf vakandi fyrir því að ná til nýrra. Bæn gríðarlega mikilvægur þáttur. Þeir biðja ótrúlega mikið og persónuleg trú, bæði einstaklinga og þeirra sem þjóna í kirkjunni, hún smitandi og þeir ná út til fólks með því að segja öðrum frá, eins og þetta átak sem þeir voru með í þessum mánuði. Hvatning til að allir segja öðrum frá trú sinni. Gjör svo vel. Takk fyrir. Mér langaði bara að bæta við líka, ekki kirkjan að mæta þörf fólksins? Sér ekki kirkjan í Eþíópíu? Já, þetta þörf og fólki sér að þarna eitthvað sem ég ætla að tékka á og hlusta á. Þannig að það að vera nálægt fólkinu og kunna inn á að boða það sem á að boða, þannig að fólk skilji. Það getur við lært kannski af þeim. Já, hluta af þessu til dæmis sem fólk verður vart við. Ef einhver veikur, þá kemur allt í einu einhver hópur frá kirkjunni og spyr, getum við hjálpað, megum við biðja fyrir þér? Eitthvað sem að þið vanhugar Slík þjónusta, sem að fólkið í söfnuðinum í snertingu við sitt eigið samfélag. Það hefur áhrif. Já, mér langaði svolítið að velta fyrir mér og sagði að þarna verið að þjálfa upp unga presta. Það kom ekki fram í erindinu að þeir færi gegnum einhverja sérstaka háskóla. Ekki verið heldulegt hvaða kirkju til verða. Þeir bara að taka Guð á orðinu og boða Guð svo hreint og mengað eins og þjóðkirkjan hefur lofað að gera hér á landi? Prestar og guðfræðingar vígast. Kirkjan lútersk kirkja, Mekkana Jesúskirkjan, og hún með prestaskóla og leiðtogaskóla sem heitir Mekkana Jesús Seminari og kennir guðfræðimenntun alveg til jafns við góða guðfræðimenntun í góðum prestaskólum út allan heim. Og það áhersla í þessari fræðslu náttúrulega á það starf sem að kirkjan að vinna að. Þannig að þetta mjög góð og formleg menntun, en það líka fjöldi sjálfboðaliða sem hjálpar til og það predikarar eða fagnaðarboðar sem tilbúnir að fara og segja þó að þeir séu ekki með guðfræðimenntun. Þá hafa þeir fengið kannski í sínum heimasöfnuði í biblíuskóla þar góða haldbæra þekkingu.
Það var önnur spurning hérna megin. Takk fyrir þetta. Hún var eiginlega bara á sömu nótum, varðandi fræðsluna. Og þú veist, hvaða fræðsla er notið sem að veldur því að fólk verður rótfast í trúnni, en þetta er ekki bara yfirbors. Og þú svaraði nú með þessi prestaskólana eða það, en svona þessi almenni íbúi sem að fær þá í einhverju minni hópum eða í kirkjunum sínum fræðslu. Hvaða fræðsla er þar notið? Það eru fræðslu samkomur í kirkjunum sem eru vel sóttar. Það eru líka biblíuleshópar, minni hópar sem fólk sækir, þar sem að fólk les saman orð Guðs, og það eru einhverjir reyndir leiðtogar og fræðarar. Það eru þessir biblíuskólar sem eru oft í tengslum við stærri söfnuðina, þar sem að þeir sem vilja gefa kannski nokkra mánuði eða ár í að mennta sig geta sótt námskeið. Svo eru aðrir biblíuskólar á vegum kirkjunar sem eru með kannski 2 ára nám fyrir utan svo þetta seminar kirkjunar. Svo hefur verið boðið líka upp á alls konar námskeið þar sem að hefur verið fólki fær í hendur ákveðið efni til þess að lesa og undirbúa sig og kemur svo til kannski kristniboðsstöðvarinnar og fer saman í gegnum það. Það er námskeið sem heitir að vaksa í trúnni, Growing in Faith. Svo hefur líka verið boðið upp á námskeið sem er svona fjarnám eða hálfgerður bréfaskóli í guðfræði, Theological Education by Extension, TEE. Þetta er allt saman svona mismunandi aðferð sem eru notaðar til þess að fræða upp, og það er það sem að skiptir svo miklu máli, að gefa hinum trúuðu góðan grundvöll. En þið tókuðu eftir í kannski að ég nefndi það hvað þetta er mikil áskorun, vegna þess að það er fjöldi fólk sem er ekki ennþá búið að fara í gegnum fermingu og reiknast ekki þannig sem kannski alveg fullgildur meðlimur. Það er búið að skýrast, en það fær sína svona grunnfræðslu til viðbótar sem er nokkurs konar eins og fermingarfræðsla, og svo fer það í gegnum staðfestingu á því að hafa lokið henni í fermingu. Og þetta er mjög mikilvægt vegna þess að þarna lærir fólk að lifa trúarlífinu, lærir að taka orð Guðs alvarlega eins og það stendur, taka það til sín, byggja líf sitt á því og segja öðrum frá trú sinni. Ykkur er fleiri? Já, mér finnst þetta með áhugaverðar spurningar sem þú berðan upp, það sem að þú ert sá maður sem er búin að lifa í báðum heimum, bæði hérna í Afríku og hér á Íslandi. Þá veldur maður fyrir sér, eru þeir einlægri í trúninu við, að því að það er minni veraldarhyggja, meiri áherslu á Guð sé lifandi, persónulegur. Þessi biblíuskólar, getur við komið á stað meiri biblíuskólum og biblíufræðslum innan safnað á Íslandi til þess að vekja fólk til vitundar að fylgja kristniboðskipinu, að veiða menn eins og þið sem fulltrú farið og fræðið og kennið og eflið og búið til nýja lærisveina þegar þið farið til þessara landa sem vantar að fá Jesú í hjartað. Ég held að það sé alveg hægt að segja að þeir sem að komast til trúar, þeir vita hvernig líf þeirra var áður. Margir kannski tilheyrt bara heinum síðum, en trúin skiptir á virkilega miklu máli og þeir taka hana persónulega, og trúin á Guð er það stór hluti af lífi fólks sem tilheyrir kirkjunni, að það er ekki bara svona eitthvað sem að maður fer og sinnir á sunnudögum eða jól og páska, heldur bara alla daga eiginlega og í hverri viku. Svo er
ég veit ekki, það er hægt að segja svo margt og bera saman þessa kirkju og hvernig hún er öðruvísi en við getum örugglega lært margt af henni. Og það að byrja með biblíuskóla eða einhver námskeið, það þarf held ég að vera þá námskeið sem að dregur fólk á. Ég held að til dæmis alfa námskeiðið sem að var kynnt hérna fyrr í vikunni sé mjög gott fyrir söfnuði til þess að fá fólk sem að eins og er hér á landi er svolítið svona ekki kannski kirkjuvant og kannski tekur trú sína ekki mjög alvarlega að það upplifi kannski dýpri skilning á kristinni trú og samfélagi í trúnni. Ég held að tími okkar sé eiginlega verða búinn. Við byrjum 5 mínútum of seint og ég held að við látum þessu lokið. Þakka ykkur kærlega fyrir áheyrnina.
Komið þið sæl og verið velkomin hingað í safnaðarheimilið í Lindakirkju þar sem við erum að byrja með málstofu lúterska heimsambandið og eiginlega lúterskar kirkjur í heiminum. Hérna sitja Dr. Sifin Kitt og Dr. Arnfríður Guðmundsdóttir og ég ætla bara að segja ykkur í örfáum orðum hver þau eru af því að þið þekkið af þessu Arnfríð en þið þekkið Sifin ekki mjög vel kannski. Hann er sem sagt guðfræðingur og prestur frá Malasíu. Hann lærði guðfræði í Malasíu og í Noregi og hann lauk doktorsprófi í samstæðilegri guðfræði í Noregi og hann hefur lagt sérstaka áherslu á samtal milli trúarbragða. Hann hefur starfað fyrir lúterska heimsambandi síðan 2019. Hann kom fyrst til starfa sem sérfræðingur á sviði guðfræðinar í almannarýminu, Theology and the Public Space, og líka sem sérfræðingur í þessu samtali milli trúarbragðana. Hann er eiginlega aðalmaðurinn okkar í því. Og síðan tók hann við sem yfirmaður nýrrar deildar í höfuðstöðum lúterska heimsambandsins sem að leiðir saman guðfræði, boðun og réttlætismál, Theology, Mission and Justice. Og hann er örugglega að segja ykkur svolítið meira það hvernig þetta tvinnast saman í starfi lúterska heimsambandsins. Welcome, Sifin. Thank you. See, Icelandic is a language which needs many words just to say welcome, Sifin. Arnfríður Guðmundsdóttir er prófessor við Guðfræðideild Háskóla Íslands og þið vitið öll hver hún er, en hún las guðfræði á Íslandi og í Bandaríkjunum. Ég held hún hafi verið fyrsta konan til þess að ljúka doktorsprófi í guðfræði á Íslandi. Og frá september á síðasta ári þegar lúterska heimsambandi hélt heimsþing í Kraká, þá hefur hún verið einn af 7 varaforsetum lúterska heimsambandsins. Hún er þar fulltrúi fyrir Norðurlöndin og við erum ásvalega glöð að hafa hana. Sum ykkar þekki mig, önnur kannski ekki. Ég heiti Árni Svanur Danielsson og ég lærði guðfræði á Íslandi, til dæmis hjá Arnfríði. Og ég er búsettur og starfa í Genf og leiðir þar samskipta og upplýsingaskrifstofu lúterska heimsambandsins og ég starfa mikið með Sifin og við sittum saman í framkvæmdastjórn lúterska heimsambandsins. Sem sagt, lúterska heimsambandið, guðfræði, boðun og réttlætismál. I will hand it over to you and sort of exit stage right. Kæra þakkir og heyriði í mér. Heyriði í mér núna. Það hjálpar. Fyrir til litlu kirkjuásins. Hvort það grænt, já. Halló. Nei. I promise to. Já. Kæra þakkir Árni Svanur fyrir þessa góðu kynningu á okkur Sifin. We really appreciate his introduction, right? It sounded very good. Yeah. Right. And I'm very happy to be here with you, and with you, of course, too, and have this opportunity to introduce the work within the Lutheran World Federation for the church in Iceland. We have been a part of the Lutheran World Federation since the beginning in 1947, and it has been a very important kind of backbone to our work here in Iceland, and encouraging in so many ways. And but before we go deeper into the work that you're doing in Geneva and worldwide on behalf of the Lutheran World Federation, I would like to invite you to tell us something about your own background. And so I'm just repeating the questions you asked Sally before. So please. Thank you. It's nice to be on the other end. Before I say a bit about myself, I just want to say thank you so much for inviting me to come. It has been a dream for me to come to Iceland. Bucket list, right, so to speak. And when I
got a hint from Arnie, which is usually not a hint, but quite a clear indication that I would be invited. I said I couldn't say no, and especially when I know it's from Magne, who's sending me the emails, it has to be yes. But more importantly, it was the opportunity to be able to share not only about LWF, but also to connect my background, my church. I'm from the Lutheran Church in Malaysia. And I'm actually a second generation Christian because my late uncle was one of the first ordained pastors in the Lutheran Church in Malaysia in the 60s, 1960s. And my parents met in church, and that particular church called Christ Lutheran Church is celebrating their 60th anniversary in a couple of weeks' time. And they asked me to produce a video to say, answer one question. One of the questions is, when did you first join the church? I said, I joined it the moment I got baptized. And so I have this long relationship with the church through that. So I come from Malaysia, which is a little bit bigger than Iceland with 30 million people, majority Muslim, 60%. Christians are only about 10%. Lutherans are even smaller, so minority within minorities. I'm ethnically Chinese, in a sense I'm the diaspora third generation Chinese, because my grandmother literally came on a boat after the war to Malaysia, and my parents born in Malaysia. They met in church, and the rest is a little bit of history of how I came to the church. Long story short, I felt the call to serve in the church, so I did theology. 2 of my theological degrees is in Malaysia, very much contextual to dealing with these interfaith questions, church in public space questions. But I was also a church planter in the year 2000, and that was also a time where I started blogging. So I was also part of, like Arnie, we are the blogging generation. For some of you young people, I hope you know what is blogging. And I was not blogging about my frustrations with life, but I was sharing about what does it mean to be a Christian in Malaysia. And civinkit.net is still around for archiving purposes. But that opened up many opportunities to see myself as part of the wider world. And I guess now serving in the Lutheran World Federation helps me to see that even deeper. Of course, the journey to LWF passed through different ups and downs, and part of it was I had the opportunity to study in Norway to do my PhD. In fact, your good friend, Jan Olaf Henriksson, was one of my supervisors, and it was wonderful to return back to Malaysia to teach and also to serve the church. As I shared with one of your colleagues, I was wearing 3 hats. I was teaching in the seminary, I was pastoring a church on the weekend, and I was directing the Center for Religion and Society. And this is important because this is my roots. And I bring that with me, and I believe that as your church has been part of the LWF, my church was willing to release me to serve so that I could bring the experiences of the Asians to the global communion, which I think is a much larger picture, so that we're not just in our own world, which has already many challenges. But like today's Sally reminded us that we are connected, and that's really important. So that's a bit of introduction, yeah. You can ask thank more. you. But can you give us just some idea about how it is to be a minority church? I mean, are you a minority within a minority as a Lutheran church? I mean, can you tell us something about the ecumenical community there, and also the interaction with Muslims and other religion? Let's start with the ecumenical. So I studied in ecumenical seminary. So this is where the Anglicans, Presbyterians, Methodists, these are the slightly bigger churches, actually, the mainline churches, and the Lutherans. So we studied together. My roommate, the first roommate was from a Chinese Methodist church. My last roommate was from an Indian Methodist church. So you notice there's also the ethnic dimension as well. So diversity is in the air for us. We live and breathe it.
We may not have had time to write about it as much, as I joked with my Norwegian professors, but we live it in a daily basis. So even as a Christian community, because we are small and we need to be together, there is always a danger for us to only be inward looking, because we need to look into what does it mean for our freedom of religion or belief. There's a lot of restrictions, not only about conversion. There's no way that you can preach publicly and ask a Muslim to become a Christian in the context of Malaysia. I mean, technically you could, but in reality you would be called up by authorities. That's from an evangelistic perspective. But in terms of practicing of religion, even though that has many restrictions. And the reason I went to Norway, the research I did was around a religious controversy about using religious words in the Malay language, the national language, that was forbidden by the state, the government. And we had to have the confidence to even challenge the government in court. So actually the Catholic Church did that. They took the lead. Later, an evangelical Christian did that, and we won both cases. So there is some level of independence in the judiciary as well. So it's not all negative. But it is in these kind of environments that we try to find ways to live as Christians. So ecumenically, it's very important. And the 500-year LWF commemoration was very important for us, because, and that was my further connection with LWF, because my bishop said, "Oh, Sivin, you are the ecumenical interfaith guy, you're in charge." That's how it works, right, in church. I think Bishop Agnes, you might smile. That's probably how bishops work. and Bishop-elect, let's see. So that helped us to bring the Catholics and the Lutherans together, and this is connecting to the global conversation. As a pastor, and I had the opportunity to have good relations with my Muslim colleagues, friends, and very often it is because of conflict, because of controversies, especially more right, if I may use it loosely, the more ultra-conservative Muslim voices that were pressurizing the minorities, whether it's Buddhist, Hindu, or Christian. There were other Muslims who said, no, this should not represent my religion. And this opened up opportunities for us to have this dialogue. And this solidarity was really important. And I'm thankful in the Malaysian context, we don't have too much news about violence. There's always tensions. But often it's a prevention of violence. It is arresting it before it goes further. And so we had Muslim leaders visiting the churches when we had 1 year where one church was firebombed. And we normally don't have that kind of incident. But there were Muslim imams who came across one of our churches and said, if there's anything suspicious, let us know so that we can be with you. And then, for example, during that time, the police got all the religious leaders together. So interfaith dialogue happened in the police station, not in the university. You know, people think interfaith dialogue is a panel talking about how good my religion is. But here is that, how can we protect each other? How can we stand with each other so that no one can use religion to divide us? So the Malaysian experience is constant in these things and is always unending because politics has its ebb and flows. Thank you so much. And now you have told us about your background back home, which is something that you bring with you when you come to your work with the Lutheran World Federation. And your task is to be the director of the Department of Theology, Mission, and Justice. And I would like to ask you, first of all, about theology. Given your background, where is the focus right now in the theological discussion globally, as far as you can tell from your office, and what is on the agenda? Well, one thing is a continuing agenda is this question of identity. What does it mean to be a Lutheran? What does it mean?
what is it Lutheran identity, singular, or Lutheran identities? Of course, in the past, the LWF had these study processes too, to reflect on what does Luther mean in the context of Asia or Africa or Latin America, if it's not just an historic connection, right? I mean, is Lutheranism the same in Iceland, in Germany, and in Malaysia? Should it be the same? And if some areas are the same, what would it be? One of our former directors, you might know her, Karen Blomqvist, mentioned in one of her recent published books. I had the privilege of reading the manuscript before it's published and give an endorsement. She talked about celebrating the diversity of how we are Lutherans. So it's not just Luther's theology, Lutheran theology, but Lutherans doing theology and reflecting on that. I think this is still a constant. So Lutheran identities is one in a global context. And of course, I come from the contextual theology background. So we always emphasize that all theology is contextual. But I think the LWF, we also talk about the method of being trans-contextual. So this conversation is acknowledging our context. But because we are talking, I move beyond myself. It's like with Sally, with the theologians in the Holy Land. It helps me move beyond myself. And I think that is important in the method of doing theology too. So that's one aspect. I mean, you ask theologians to talk about something, they can go for hours. Since the LWF assembly last year, we had the theme, One Body, One Spirit, One Hope. There are 2 study processes. Actually, there were 3 or 4. That was, everybody wants study processes, but 2 important ones that were approved and supported. And the task force formed, and you're in one of them. We are very pleased that there's contribution from you. Is the theologies, again, plural, of the cross. And what does that mean? Revisiting this, and I don't have the details of that because the task force is being formed, but I think that's an indication, because the theology of the cross is a very important entry point for further reflection of what does it mean to be a Christian, a Lutheran, and this is a clear contribution of Lutheran theology that I think connects with the Lutheran identity question, but I think goes even deeper today. So that's one, clearly. And let's not forget, this is after COVID. We think about changes, conflict, climate emergency. So there are different angles in which the theology of the cross provides us a way in to further reflect. So that's just a teaser for the actual movie that will be performed by the task force and the global communion. Very exciting, very exciting. Second is a study process of peace in times of conflict and war. I guess this is something we it's a daily thing. And as we have heard also in the Holy Land experience, of course, Ukraine, etc. But let's not forget about the forgotten wars too. So many of our member churches in all the regions would have these experiences, lived experience. We had reflection in the LWF about this in the past, but we can't just rehash old answers. There may be new dimensions that we have to consider. The geopolitical situation at a very global level. I've read an article that says, do we talk about global north, global south? How about global east? You know, what does that mean? There are different reflections there in the political science, but also at a very local level for our bishop and their pastors in Ukraine. So we will be having a consultation in December, for instance, as one piece, where the European churches really wanted to reflect on this. You know, what does it mean to say we talk about peace, and how do you serve a situation where you have people who are dying on a daily basis, and pastors, do you serve communion? There's so many dimensions on this. What is the advocacy when it relates to your governments in terms of weapons and all of that? And many, so that's the more advocacy side, but theologically, what does peace mean?
in this. So cross, theology of cross, peace is, and of course there's another more, I would say a little bit smaller one, and it will go lead us into mission. We'll be forming a steering group to look into some consultations on the meaning of mission in the 21st century. If it's not just this old idea of sending a missionary to another country, what does that mean? So just some threads, there are more, but let's stick to 3. I think we can just move over to the mission question and exactly this. Oh. Sorry. We move over to the mission question and mission. We all have our own ideas of what mission stands for, and so my question is, what is your take on it? What is your understanding of the mission LWF is doing today? Mm-hmm. When you think of the word mission, or the stereotype, even today in our churches across different regions, right? You tend to think of a more, let me call it a classical understanding, right? Missionary, as in a missionary being sent into another place. But those of us who have done mission theology knows that we talk about not so much of our mission, but God's mission. That is grounded in a Trinitarian understanding. The Father sent the Son sent the Spirit, and then the triune God is sending the church in the world. And I think it's really important, and here all 150 member churches in 99 countries, these member churches are the missional, if I may use that term, communities in our respective contexts. And here the Malaysian experience. So I mean, I don't need to wait for a missionary to be sent to Malaysia. We are living out that mission. And it's a broader understanding of it. And if there are relationships with partners from other countries, it's actually more of a collaboration together. So that's just one aspect of the identity of the church is reinvigorated. We had a document about 20 years ago called Mission in Context, and now we want to revisit that to sharpen the thinking. Already in that document, mission was proclamation, of course, proclaiming, sharing the gospel in its different variety. Diaconia was very important as part of that mission, serving our neighbor, advocacy, justice issues. So this is very much part of the LWF understanding of mission. And to take an example from our largest member church, our 12 million Ethiopian church, EECMY, already holistic understanding of mission was present even for them. Of course, they are very, proclamation is very strong, but still there's an emphasis of being holistic. I think it's really important. I just came from a mission consultation in Helsinki, and I was struck by also a comment by our Taiwan Lutheran Church President Selma Chen, which is the first woman president in like a bishop in Taiwan. And she said, many people say that Christians read the Bible, right? But the world reads Christians. And that's important. Our life, she was highlighting that again. Because in many of our contexts, missionary, purely proclamation, and if it's a very narrow understanding, actually it's quite difficult and problematic. But it's actually in the daily life on that side. So it's much more holistic when it comes to mission from an LWF global perspective. Yeah, right. Maybe you can just, you did mention how many churches, are a part of the LWF, but maybe you can just emphasize the scale of the how large the communion actually is. Well, I hope I get more numbers right because the head of communication is there. It's 78 million. Okay, good.
I hope that helps with my appraisal. So, I mean, and to bring it down, so for example, we have a new applicant to be an LWF member church, Cambodia, right? So here you have a very small church of probably 600 members. Of course, these are church-going people, right? My church in Malaysia is just 8,000 to 9,000 members. And then you have a church like in Indonesia. Indonesia is the largest Muslim population in the world, 300 million citizens, and about 80-90% at least Muslim, right? And yet we have about 13, here I'm not too sure about the numbers, member churches there. And the largest member church in Indonesia is 6 million people. So I'm not sure what's the population of Iceland again. Was it 400,000, right? And you think about that way. So you have this range. And then, of course, you have the different, some churches are growing rapidly, like in churches in Africa, for example, Tanzania, Nigeria. So, and there are churches that are so-called declining, or at least plateauing, it depends. So hopefully that gives you a snapshot. Yeah, thank you. Yeah, I think it's important to kind of keep that in mind when we talk about, you know, LWF, because it's so big. Exactly. It's so large, and especially for a small church like ours, I mean, relatively small, even if it's a majority church, and so. But let's move over to the justice question. And so gender justice policy was first published in 2013. So we celebrated the 10th anniversary in Poland last September. I mean, Sally gave us an idea about the influence the policy has made in her home context. Can you give us an idea about the impact it has made? I know it's hard, but and I'm not asking for a simple answer, but just ideas. So where the focus has been, and so, I mean, obviously in ordination of women, we have really seen changes being made. I mean, drastic changes. And also, but I'm also thinking about what the expectations are for the next 10 years. You know, where's the focus? What do we want to succeed in accomplishing? So this is a very important moment as well. We will be having a consultation to actually spend more time to go more in depth in December, and I believe you are invited also for that. I think we're a bit biased. We seem to be getting Iceland quite involved, but not just because it's your church, but also because of expertise and your contribution. So that is an important moment because for us to have a quick review, look back, and looking forward. But I sense there are some threads, and here maybe it's out of what we hear from the pre-assemblies, and here. Before the LWF big assembly in Krakow, there were regional assemblies where the women also had pre-assemblies that fed into that led into the women's pre-assembly. Of course, the gender justice policy had a tremendous impact when it comes to the ordination, women participation, meaningful participation, and leadership. We are not fully there yet because just because there are women who are ordained, it doesn't necessarily mean they get the right respect or the understanding of power. I think it's still an important thing for us to revisit and to consider deeper, because it's not just a positional aspect of it. Of course, we celebrate every moment that we see gains. So recently we celebrated the first the first bishop that was elected
in Namibia. We had another one in South Africa. All right. So of course we celebrate that. Of course, Sally, etc. Selma in Taiwan. We had the vice bishop, or Hong Kong had, I think, some women bishops too. So that's something. But still, what does that mean in the midst of other challenges and struggles? The second one, I think, a thread that came out is, what is the role of men in terms of gender justice? Because sometimes there's a danger that this is seen as a woman's issue. And then the women have to fight for this. But what's the role of men? And what is masculinity? How do men understand this? So there's a thread there. There's also another element about an intergenerational conversation, because there are different ways. The different younger generation might look at this differently. So there's some threads there, besides the more usual contextual, intercultural conversations. Because what does it mean for an Asian woman in conversation with someone from the Nordics, for instance? So, but I also heard, even from those in Europe, they would remind us that don't assume everything is fine. We have our struggles too. And I find that interesting, because sometimes those of us from outside the North will say, wow, look at how many women pastors they have. Or some will say, they don't have enough men joining our consultations, things like that. But we hear also. And I think that's more equal in that sense, that conversation. Other issues about gender-based violence, for example, still remain very important to address. And so we have various aspects that we try to hear and facilitate this conversation forward. So again, to be continued. I am often thinking about how on earth are we able to make men invest more in the gender justice, struggle for gender justice. I mean, are you optimistic? Yes and no. Let me make it more concrete. We had the first men's pre-assembly. And there were different views about why do we have a men's pre-assembly. So I'm not going to talk about that. I just want to highlight some moments in the men's pre-assembly that made me not optimistic, or I think there's still a long way to go. Because in the men's pre-assembly, there were sometimes voices that said, oh, we need to talk about how to make the men stronger. So there was still this kind of thing going on, to assume that is what it is. But then I remember there was one very powerful moment where there was a Polish young pastor who gave a devotion, and his opening was about men don't cry. And then he was using that moment theologically to invite these older bishops to reflect together with him as a younger man about what does it mean to be a man. And then from there he also made some links, not so strongly, but it was there that I could see, oh, that's where the yes comes in. There are allies that can be working together in this. But it is still a journey to go, and I think in our department we try our best to see where are different moments that we can bring this intersection together, because everyone is at a different point, and there's also this cultural dimension that we also have to overcome, and trying to understand each other's language as well. So yes and no, as any theologian should be answering it that way. It is complicated, but at the same time, there are steps that are to be taken. Yeah. There's another justice issue that was highlighted again and again in the assembly in Poland last year, and that's climate justice. Yes. And that is a lot of intersectionality with gender justice also. What has LWF been doing in terms of
climate justice, and what do you foresee as being done in the near future? The assembly before the Krakow assembly, the one in Namibia, had a very important sub-theme, which was called Creation Not for Sale. And this remains a very important theme that continues even till now. And then, of course, the LWF, together with the member churches, placed a lot of emphasis, and especially the involvement of young people. I have a colleague, Elena Cedillo. She's the program executive for climate justice. In fact, she'll be meeting with some young people from Africa in Tanzania. And you can, they are part of a climate justice forum where they'll be talking about climate justice, specifically in its impact and effects, and also from the point of view of advocacy, but also connecting with eco-theology. She's more of an advocacy person, but we also have, since Creation Not for Sale, another, keeping these two together, because theology is so important. In fact, 1st of September, we will have a prayer service in which Sally, again, is part of that, to pray, to connect with other ecumenical partners, season of creation. And the theme is to hope and to act, right? So we keep these two together. And the young people have been very much leading this way. And of course, every year we have a delegation that goes to the COP meetings, where these big policy makers are coming together and making sure that the voice of the young people and faith, the voice of people of faith, and there's an interfaith dimension too. So I always talk to my colleague Elena and also others involved in eco-theology. You guys need to have a holiday sometimes, because there's so much going on. And we have projects that we fund, small scale projects, to see what that looks like in a very practical way. So Colombia had a project where it was connecting with climate and peace, you know. So bicycles and climate and peace in the Colombian context. So there were creative ideas, very often coming from the young people. And yeah, so that is just a snapshot as well. So eco-theology is with season creation with the ecumenical partners, and then also with UN processes and working with member churches. And this is important. We don't do things on behalf of, but we work with, bringing their voices to these spaces as well. You mentioned the COP meetings, yes. and there has been an emphasis on sending young people to the COP meetings. Can you tell us something about that? You know. Yes, I think this was also very much since the Creation Not for Sale campaigns. And of course, young people, there's a certain urgency, and this is now. Now is the time. And also really it's about the world. Sally talked about home. You know, what is the home going to be for them? And although it is young people led, or young people are very important, meaningfully participating, but we are also talking about a more intergenerational conversation too. Because if not, you know, they may be dismissed as, oh, these are just naive, or either naive optimists or overly apocalyptic end time, end of the world thinking. Because there's also a certain level of scientific thinking that's needed. The sciences need to come into play, and there's an interdisciplinary, intergenerational conversation is more of the direction we're moving now. So still yes to young people, but also. And also, maybe not but also. Yeah, we of course, we are all in this together. And there's also the danger, I think, if we focus too much on what the young people can do, then we end up like the women are responsible for gender justice, you Exactly. know, that the young people are responsible for climate justice. Exactly. So, yeah. Okay, so this leads us to the question of hope. And where do you see hope in your work particularly? What makes you most hopeful today in your work? Someone like Sally today gives me hope. I'm just not, because I think because we just heard her immediately.
So I think that's an immediate connection. When I see church leaders, women, youth, lay people, begin to see that, and I think this is more of a theological thing as well, because it's about the classic psalm, why so downcast, O my soul, put your hope in God, is when I encounter our member churches in different moments where they share how they still are resilient and have a realistic hope. Finding small ways in which they can embody that hope. COVID actually was very interesting, COVID. Because, I don't know about you, some of us may have forgotten, we had a global pandemic, right? Sometimes as if we have forgotten. And during that global pandemic, when the whole world was shut down, you could see how churches was expressing solidarity with one another. Simple things, whether they'll meet online or trying to figure out what it means to get on a Zoom, or churches from Indonesia sending masks. It may look a bit naive in the beginning, but it is important. That's an important step, sending these masks to Hong Kong. You wouldn't imagine these kind of things. Or when we have a communion solidarity fund in the Lutheran World Federation. Of course, you have bigger churches who could give more money from the north, but we have an African church that gave, let's say, $300 because they want to express solidarity with the global communion. It's like the classic 2 coins from the widow story, right? So, and then when we see lay people coming to the LWF, some of our leaders' meetings, and they say, we don't know much about the Lutheran World Federation, or worse, we heard something bad about you, that you guys are a bit wishy-washy or whatever. But then after that event, they said, my eyes have totally changed. I will be your greatest evangelist. How great LWF is. And then we also get overwhelmed because they suddenly see that there's more than meets the eye. And of course, another thing, like all these small things accumulated, as well as the big things, like young people writing devotionals, intergenerational conversations happening. Like during our council meeting, there was a practice session where some of the young people came up to me and said, I was so moved because this older church leader actually listened to me. I celebrate every single moment of hope there because there's too much hopelessness running around in the world. But it's not a naive hope because we know there's much more to be done. So I think, and in the communion office, for example, to work together with colleagues like Arnie from Ashanafi from Ethiopia, with my colleague Isaiah from Kenya, others from different parts of the world, just seeing that also in the communion office also gives me hope. And the LWF new strategy has hope at the center. And you know, I wrote an article about a hopeful theological agenda because I really sense that this theme is coming up in various different ways. And that gives me hope. So practically, theologically, church, mission, and all of that. Is young people going to continue to come to church? I come from a church where, well, I'm from the youth movement. Maybe some of us were from that. I think this will be a challenge because my church had renewal where there was a strong youth movement. And of course, some of us grow older as well. I was a church planter. And I realized that, I also needed to reach out to young adults. So different dimensions. Maybe this, I can't predict, I can't play sociologist right now. But like Anna Bruckhardt, my general secretary, said in her plenary this morning that authentic witness is so important. I think the church, I think it's not just for young people, but particularly for young people, they want to see the church as authentic and that we walk our talk.
and we are honest to face our failures, but at the same time that we want to be hopeful. And there must be a place for young people to have we use the word meaningful participation, not just filling the quotas, but actual engagement. And even challenging them too, because I think there's a dynamism there. So my prayer is for your church as well as around the world to see young people and old people to be part of the church. Thank you so much. I really appreciate your generosity and your presence here with us today and what you have shared with us. I really want to encourage you, if you see Sivin out in the hallway, to grab him and ask him the questions that you have for him. But I'm afraid that our time is out, and I hope you will enjoy your time in Iceland together with your son. Yes. And we are really hopeful for the weather, despite terrible weather forecast. Yes. Thank you so much. Thank you. I think Arnie's going to do a bit of a wrap-up. I'll do this in Icelandic, Sivin, sorry. Mér langar bara að segja ykkur, nú erum við búin að fá smá kynningu á starfi Lútherska heimsambandsins og einsýn svona beint úr höfuðstöðunum eiginlega. Vefurinn okkar á lutheranworld.org og kíkið á hann og fylgist þið með því að starfið mjög umfangsmikið og til viðbótar við allt sem Sivin var að segja ykkur frá, þá erum við líka með hjálparstarf og þróunaraðstoð sem býsna viðamikið líka. Og hluti af því til að mynda við rekum spítala í Jerúsalem sem að sinna krabbameinsaðstoð. Þetta eini spítalinn þar sem að Palestínum fólk getur leitað sér aðstoðar ef þau eru með krabbamein. Svo dæmi sér tekið. Þannig að farið endilega á vefinn, skráið ykkur á postlistan okkar og þá fáið þið smá áminningu frá heimskirkjunni, lúthersku, einu sinni í viku. I'm just telling them to follow the website. Thank you.
Komið þið sæl og velkomin á þessa málstofu ofsóknir andstæðu fríðar. Og það ég sem Ragnar og Helga Vilborg sem hérna með mér og ég ætla að byrja og hún heldur svo áfram. Aðeins svona ofsóknir og við erum sérstaklega að tala ofsóknir í garð Kristins fólks og það ljóst að þær hafa farið vaxandi á liðnum árum og ástandi verst í mörgum ríkjum Asíu og Afríku. En það líka vaxandi ofsóknir í Rómönsku Ameríku, sérstaklega í löndum þar sem glæpaklíkur eru sterkar og vilja helst ekki að fólk komist í kristinna trúar. Hér á Vesturlöndum búum við ennþá við virðingu fyrir mannréttindum og það samt sem áður svona ákveðin merki skautun og minnkandi umburðarlyndi í mörgum löndum Evrópu og sumir vilja helst ekki tala trú sína við vini sína í vinnunni þegar þau ótta við að missa kannski vinnuna eða eitthvað annað í þeim dúr sem að svona merkjum það sé búið að þrengja svolítið að og það ekki gott. Ástæður ofsókna geta verið margar, það getur verið ástæða annarra trúarhópa eða lífsskoðunarfélaga. Pólitísk hugmyndafræði sem yfirvöld aðhyllast og ef að kirkjan verður öflugt afl eða sterkt afl í samfélaginu þá vilja yfirvöld gjarnan svona koma böndum á það sem í gangi. Þetta virðist vera það sem að gerast í Kína. Stundum afstaða einna kirkjudeilda til annarrar þess eðlis að hún leiði til þess að þessi kirkja fer að ýta undir ofsóknir í garð annarrar. Ofsóknir eru kannski hvað sterkastar þar sem að þjóðernisskilningur tengdur ákveðinni trú. Það erfitt að vera kristinn í flestum löndum múslima. Nú svo pólitíski deilu aðilar sem að kannski fá trúanlega stimpil eða sækjast eftir honum, taka sér hann og sem gera það verkum að þeir eru ofsóttir eða mæta andúð þess vegna. Ástæður fyrir því að ofsóknir eru í gangi náttúrulega fyrst og fremst það að mannréttindi eru ekki virt. Stundum birtist þetta í lélegri stjórnun eða afskiptaleysi yfirvalda. Það kannski farið og kært til lögreglu en lögreglan gerir ekki neitt. Og svo í sumum löndum réttindi sumra talið mikilvægari en réttindi annarra. Og í sumum löndum þetta sem sagt hagsmunir ríkisins og þar með talið valdhafana talið mikilvægara en öllum önnur réttindi og þar á meðal mannréttindi og trúfrelsi. Og maður sér þetta ekki svo í Kína þar sem að yfirvöld mjög upptekin af því að halda ríkinu saman, að verði ekki nein tækifæri til upplausnar eða uppreisnar. Og svo eins og ég nefndi, það eru glæpagengi sérstaklega í Rómönsku Ameríku sem vilja hindra að fólk gerist kristið. Kveikjan á ofsóknum getur verið þrýstingu frá yfirvöldum af því að stefna yfirvalda kannski guðleysi eða önnur trú og þá standa yfirvöld fyrir að baki ofsóknunum. Í öðrum tilvikum það einhver þrýstingu frá samfélaginu, jafnvel ákveðnum hópum í samfélaginu sem ýta á og kveikjan og kannski halda ofsóknum gangandi. Síðan getur það verið þrýstingu frá fjölskyldunni. Fólk sem að verður kristið snýð frá íslam, það yfirleitt því úthýst og það reyndar dæmi það mörg líka hjá gyðingum. Og svo það hagsmunahópar sem vilja ekki að missa stöðu sína og ef að einhver trúarhópur ógn þá náttúrulega fara menn gegn því með öllum tiltækum meðulum. Og svo náttúrulega mikill munur á ofsóknum eftir hvað þær eru sterkar eða hvers eðlis. Þetta byrja kannski með einelti, útskúfun og með orðum og hótunum
Síðan næsta stig kannski að hamla framgöngu þessa hóps eða þessa fólks, takmarka réttindi þess, gera það annarflokks borgurum með hærri skatta eða eitthvað annað. Síðan næsta stig, þá farið í málsóknir, menn eru kærðir fyrir eitthvað sem það gerði ekki og það eru réttarhöld sem kannski eru sönn og kannski ósönn eða óréttlát og jafnvel fangelsun. Og síðan þetta misþyrming, ofbeldi, afskiptaleysi og það versta náttúrulega þegar að ræða aftökur eða dauðadóm eða jafnvel bara morðum miðjan dag sem að enginn gerir neitt í, að því að sá sem að var myrtur var kristinn. Trúfrelsi grundvöllur þess að ofsóknir eigi sér ekki stað og það nátengt tjáningar og fundafrelsi og sumstaðar tjáningafrelsi og trúfrelsi og félagafrelsi talið vera víkjandi réttindi miðað við önnur réttindi og sérstaklega gagnvart yfirvöldum og þar sem það nú fór ég alveg í klessu hérna. Já, það sem sagt tala víkjandi réttindi og þá vaðið yfir trúfrelsið, sem að segja, og það ekki virt. Og það þessi dæmi sem ég nefndi áðan, að fólk finnur fyrir því að það fari að þrengja svolítið að hér á Vesturlöndum og þess vegna mikilvægt að við höldum vöku okkar og verjum trúfrelsið og látum ekki þagga niður í umræðum trúmál eða jaðarsetja kirkju og kristni í samfélaginu þannig að það sé auðvelt að gera tortryggilegt eftir á. Það sem við getum gert í því sambandi að tala máli samvisku og trúfrelsis, koma systkinum okkar sem að verða fyrir ofsóknum til varnar og vinna málsvörn vegna trúfrelsis allra. Að við getum ekki bara barist fyrir að við höfum trúfrelsi ef að múslimar og hindúar ekki hafa það líka. Það ótrúverðugt og skilar engu í raun og veru. Og við þurfum líka að tala máli allra réttinda, ekki bara trúfrelsisins, heldur þurfum við að tala máli jafnréttis og svo framvegis allra mannréttinda því að þau heyra saman. Þannig ef eitt dettur út þá öll í hættu. Svo náttúrulega minnast þess að það ríkisvaldi sem hefur það hlutverk að halda uppi lögum og reglum og hlutverk okkar sem kirkju Jesú Krists að efla Guðs ríki. En ég minni bara á mikilvægi þess að vera málsvarar ofsóttra kristinna manna. Já, ég ætla svona aðeins að fara yfir bara hvernig staðan hvernig þetta lítur út í hverju heimsálfu og hvaða lönd þetta eru og hvernig ofsóknirnar birtast og þetta eru upplýsingar frá samtökunum Open Doors sem eru alþjóðleg samtök sem að starfa á meðal hennar ofsóttu kristnu kirkju allan heim og koma inn þar sem eru átök eða líka þar sem eru náttúruhamfarir og annað, en þau eru fyrst og fremst að starfa meðal hennar ofsóttu kristnu, að uppörfa þau, reyna að ná sambandi við og skrásetja ofsóknirnar, hvers eðlis þær eru og hversu miklar þær eru. Og það erum við hérna með tölur, staðreyndir, þetta bara það sem er ná skrá, svo er örugglega fullt líka sem ekkert endilega skráð. Og þau birta í lok hvers árs, þá birt skýrsla og í þessari skýrslu þá gefa þau út lista sem að kallast World Watch List og þar þau 50 lönd sem það sem ofsóknir eru hvað mestar í heiminum og þeim raðað eftir alvarleika ofsóknana. Og þetta eru svona 3 flokkar á þessum 50 löndum og það eru miklar ofsóknir, the high levels of persecution, eins og heitir á ensku, ákafar ofsóknir, very high levels of persecution, eða öfgafullar ofsóknir, extreme level of persecutions. Og þetta er allt hægt að sjá á heimasíðu þeirra, opendoors.org, þeir eru líka með, normenn eru líka með
heimasíðuna á norsku, ef einhver vil lesa á norsku. En þetta mjög góð svona heimild yfir hvernig staðan Og hér sem sagt kort, nýjasta kortið og svona lítur þetta út. Og eins og sjáu þá þetta alveg bara nokkuð stór hluti af heiminum sem að verður fyrir ofsóknum. Og ég ætla aðeins að fara yfir þessi lönd. Þar, ég vona að sjáu þetta, ég var að reyna að lita þetta rautt svo það sæðist þessi rauðu lönd. Það eru 13 lönd sem eru alveg eldrauð og þar eru ofsóknirnar öfgafullar. Og Norður-Kórea aftur það land þar sem ofsóknirnar eru mestar. En svo það Kína sem að trónir á toppnum þegar kemur af ofsóknum í formi eftirlits. Og afbeldið í Afríku, sunnan Sahara og Suður-Ameríku, það eykst stöðugt, eins og Ragnar myndist á hér áðan. Þetta úr nýjustu skýrslum frá þeim. Og ofsóknirnar í Norður-Kóreu þar mælast nú meira en nokkru sinni fyrr. Landið komið aftur á toppinn á World Watch List. Í Afganistan var tíma á toppnum eftir að Talibana tóku yfir, en það hefur aðeins breyst og ég kem aðeins að því á eftir. Ástæðan fyrir þessu eru meðal annars svokölluð afturhaldssöm hugsunarlög sem að fela í sér að það er ólöglegt að hugsa uppreisnar tengdar hugsanir í Norður-Kóreu. Yfirvöld hafa að auki lagt meiri áherslu á að finna leynilega kristna hópa og þeir sem finnast eru teknir af lífi eða sendir í fangelsi. Afganistan sem var á toppnum á þessum lista, sem nú ekki eftirsóknarvert að vera á toppnum á, þeir voru þar á toppnum árið 2022 eftir valdatöku Talibana, en nú voru þeir í 10. sæti. Það þýðir ekki að ofsóknirnar hafa endilega minnkað mikið og þrýstingurinn jafn mikill á hina kristnu, en ofbeldinu hefur lengt og ástæðurnar að hluta þær að kristið fólk hefur þurft að fara bara í algjöra felur að jafnvel flýja landið og að hluta til vegna þess að Talibanir hafa haft annað að hugsa heldur en að elta uppi svikara sem þeir líta á hina kristnu. Á stórum svæðum í Miðausturlöndum þá hafa ofsóknirnar minnkað lítið eitt og það á við með lönd eins og Egyptaland, Katar, Líbíu, Írak og Jórdaníu og einstaka lönd í Suðaustur-Asíu eins og Víetnam, Laos og Bútan. Bæði á Indlandi og í Kína staða ofsóknar svipuð áður en þróunin hefur verið ókveikjandi þar síðastliðin ár. Og þetta svolítið merkileg staðreynd og mikilvægt að átta sig á því að 1/3 mannkyns býr í þessum 2 löndum. Á stóru landsvæðum í Indlandi þar að kristnir á hættu að verða fyrir árásum gengja sem hafa ekkert í hyggju nema að eyðileggja, hóta og beita ofbeldi án þess að það sé neitt sérstaklega að það á hættu að verða refsa fyrir gjörðir sínar eins og Ragnar kom inn áðan. Það eru yfirvöldin, þau ýta undir þessar ofsóknir. Í Kína mikill þrýstingur á kirkjunum að þær séu hliðhollar hugmyndafræði kommunismans. En það einmitt í þeim löndum þar sem kommunismin hefur verið hvað sterkastu sem ofsóknirnar eru sem mestar. Það svolítið merkilegt með Íran. Það margt nýtt að gerast þar sem að bæði veldur óöryggi en líka nýrri von. Kirkjan í Íran, eða íranska kirkjan svo hraðast vaxandi í heiminum í dag og þá það bæði innan Íran og líka bara í fleiri og fleiri Íranir út allan heim að taka á móti Jesú. Og samkvæmt talningu Open Doors fjöldi kristinna einstaklinga í landinu einhvers staðar á bilinu 800.000 til 1,2 milljónir. Langflestir hafa snúist frá Íslam til kristni og þar sem litið á þá sem snúa bakið Íslam sem óvinni, þá eiga þeir bæði á hættu á fangelsun og pyntingar. Og eins og séu þarna þá Íran í 9. sæti á World Watch List. Og í mörgum löndum farið að bera meira á stýringu af hálfu yfirvalda og svona samblanda valda misnotkun, þjóðernishyggju og tækni hefur líka áhrif á kirkjurnar. Og þar það aftur Kína sem trónir á toppnum. Já, nú höfum við tölvan bara sofnaði. Nei, kannski að Ragnar þurfa að setja hann að stað aftur. Hún bara slökkt á sér. Ég held bara fram, það við... ég ekki með marga glæri við bót. Já, og það engin þjóð sem kemst með tætnar þar sem Kína hefur hælana þegar kemur að því að fylgjast með þjóðfélagssegnum sínum.
Og árið 2022 þá eru sett ný lög í landinu þar sem setja því hömlur hvað er hægt að fjalla trú á netinu. Og öppin sem voru notuð til smitrakningar í COVID, þau hafa fengið nýtt hlutverk bara til þess að fylgjast með fólki. Það er lítið, fólk hefur ekki mikið prívatlíf. Kína hefur einnig aukið viðleitni til að innleiða hið margumtalaða félagslega punktakerfi og það er kerfi sem að verðlauna þá sem að fylgja stefnu yfirvalda algjörlega og í blindni og eitthvað sem hinni kristnu vilji helst ekki gera. Í samhengi Sameinuðu þjóðanna þá hefur Kína reynt að afla stuðnings við endurskilgreiningu mannréttinda. Þar sem efnahagsþróun og öryggi hafa orðið mikilvægari en hefðbundin réttindi eins og mál og trúfelsi sem við þurfum að standa vörð Og þetta smittar út frá sér. Lönd sem hafa heitlast af efnahagslegu undri Kína innan gæsalappa reyna að herma eftir aðferðum þeirra og jafnvel þau lönd sem hugmyndafræðilega eru langt frá Kína. Og þetta eru lönd eins og Sri Lanka, Myanmar, Malasía, Íran, Tyrkland, Rússland og löndin í Mið-Asíu. Og sá sem ekki fylgir leiðbeiningum yfirvalda getur verið stimplaður sem njósnari, óróasekur eða jafnvel hryðjuverkamaður. Kristnir eiga á hættu handtökur á að kirkjan þeirra verið rifin eða kirkjan missi ekstra leyfið. Ástandið í Afríku sunnan Sahara hefur versnað til muna og ástæðurnar eru ýmsar bæði út frá ástæðum innanlands og í alþjóðlegu samhengi. Óstöðuleiki hefur gjarnan í för með sér meiri ofsóknir og meira ofbeldi. Og þið sjáuð að þarna er Nígería í 7. sæti á listanum en þar er staðan sérlega slæm þar sem og árið 2022 voru yfir 5.000 kristnir einstaklingar teknir af lífi eða bara myrtir vegna trúar sinnar og að það ár var það hátt í 90% morða sem voru skráð á kristni fólki í öllum heiminum. Og landið er á góðri leið með að verða undirorpið íslensku ofbeldi þar sem jihadistar og múslimskir Fulani-herir ganga hart gegn hinu kristna samfélagi. Þeir myrða, limlesta, stunda mannrán gegn lausnargjaldi og þvinga konur í kynferðislega þrælkun. Kirkjur eru yfirgefnar, hús og akrar eyðilagðir eða gerðir upptækir og margir eru þvingaðir á flótta. Óróleikinn sem hefur hingað til verið að mestu bundin við múslimsk svæði í norðurhluta landsins er nú að breiðast út til suðurhluta landsins. Og Nígería hefur á þessum sökum færst ofar á listan. Og Open Doors er núna með átaki gangi í tengslum við þetta sem er að gerast í Nígeríu og í Afríku og mér langar bara svona leyfa ykkur að sjá eitt myndband, örstutt, það er á ensku með texta. Já. Let me tell you, millions of Christians are displaced in the whole Africa. News. Áfram. Ekki að tegja tíman. Já, ég ætla bara að halda áfram og svo sjáum við þetta á eftir. En þetta ofbeldi sem er í gangi í Nígeríu, það hefur áhrif og þar eru líka svona öfga-íslamistar sem að raska stöðuleiki í öðrum löndum eins og í Afríku eins og Burkina Faso, Mali og Mósambík. Í Burkina Faso þar hafa jihadistar þvingað kirkjur og kristilega skóla til að loka. Kristnir hafa þurft að flýja og ungi kristni menn hafa verið þvingaðir til að ganga til liðs við ofbeldisfulla íslamska öfgahópa. Og kristnir sem eru á flótta, þeir eru oft í mikilli hættu ofbeldi. Sérstaklega kristnar konur á hættu að verða fyrir kynferðislega ofbeldi. En við skulum þá sjá þetta stutta myndband hérna núna.
let me tell you, millions of Christians are displaced in the whole Africa. News don't carry it. Politicians, they don't talk about it. Government don't talk about it. Nobody talks about it. We are remaining in the darkness. As if we are being rejected. We don't even know where we are. Og þarna við tala um að það enginn sem að þetta svo falið. Það eru sko milljónir manna bara í Afríku, kristinna manna á flótta vegna trúar sinnar, vegna ofsókna, en við heyrum ekkert þetta. Og þess vegna vill Open Doors núna fara í átak og vekja athygli á þessu málefni. Þetta náttúrulega gríðarlega alvarlegt. Og þessar ofsóknir og þessi glæpir sem eru þarna í Afríku, þeir líkjast líka mjög þeim ofsóknum sem sjást í Rómönsku Ameríku, þar sem að þeir sem eru kristnir berjast gegn glæpum og kúgun og þeir eru sérstaklega mikill í hættu. Og hvergi annars þegar í heiminum hefur ofbeldi gagnvart kristnum aukist jafnhratt eins og í Rómönsku Ameríku undanfarin ár. Glæpagengin stækka og stýra nú stórum svæðum í mörgum landana. Og á World Watch List árið 2022 þá voru 3 lönd í Suður-Ameríku í þessu topp 50. Það voru Kólumbía, Kúba og Mexíkó og á listanum fyrir árið 2023 þá bættist Nicaragua við. Og þið sjáu þessi lönd þarna. Ég hafði Eþíópíu þarna með vegna þess að við Kristniboðssambandið sem við Ragnar störfum fyrir erum með starf þar. Það kannski kemur einhverjum ávart að það er svona hátt á listanum, en þetta oft svona einhver það svona svolítið falið þar og ekki mikið talað það. Það fór allt á versta veg í Nicaragua árið 2018 eftir að þar voru mótmæli út á götu sem meðal annars kristnir leiðtogar tóku þátt í og árið 2022 þá gerði Ortega forseti allt sem hans valdi stóð til að vinna gegn uppreisn. Kristilegum sjónvarpsrásum var lokað og ráðist var á kirkjubyggingar, háskólum var lokað og trúarleiðtogar voru gerðir útlægir. Spillt og illa skipulögð yfirvöld hafa gefið glæpahópum og leiðtogum þjóðarbrota tækifæri til að hvetja til ofsókna og sérstaklega meðal innfæddra sem í veikri stöðu. Þeir sem ekki vilja taka þátt í trúarathöfnum þjóðflokkana útsetja sig fyrir glæpum og ofbeldi þar sem þeir hafa snúa baki við gömlu trúnni. Og maður sér þarna ef maður að lesa vitnisburði og heyra frá fólki til dæmis eins og í Mexíkó. Það kom mér rosalega óvart. Ég fór að kynna mér þetta hvað ofsóknirnar eru miklar í Mexíkó til dæmis. Og þá þetta oft að þar eru kirkjurnar að vinna með ungu fólki, boða fagnarindi meðal ungs fólks og þegar unga fólki kemst til trúar þá vill það ekki kaupa eiturlyf og vill ekki selja eiturlyf og vill ekki taka þátt í þessari glæpastarfsemi og þess að vinna þessir mafíukóngar gegn þeim og það eru bara, fólk farið heim til trúarleiðtogana þeir eru myrtir hábjartan dag fyrir framan börnin þeirra. Og hérna eru svo nokkrar, hér eru nokkrar bara staðreyndir hvernig staðan er. Það er yfir 365 milljónir kristina í heiminum sem búa við ofsóknir og eða mismunun á þessu hæsta stigi sem þetta, extreme level eða öfgafullar ofsóknir. 1 af hverjum 7 kristnum í heiminum ofsóttu vegna trúar sinnar. 1 af hverjum 5 kristnum í Afríku býr við ofsóknir vegna trúar sinnar og 2 af hverjum 5 kristnum í Asíu býr við ofsóknir vegna trúar sinnar. Þetta í rauninni bara svolítið mikið, háar tölur. Árið 2023, það úr nýjustu skýrslu Open Doors, þá voru þetta sem skráð, eins og ég sagði, það eru eflaust eitthvað líka sem þeir ná ekki að halda utanum. En þá voru 4.998 kristnir einstaklinga myrtir vegna trúar sinnar. Það var ráðist á 14.766 kirkjur og aðrar byggingar, bænahús og annað sem að tengjast kristilegu starfi. Og 4.125 einstaklingar fangilsaðir vegna trúar sinnar. Og þá bara spurningin, einhver von? Þetta bara einhver vonlaus staða sem að verum í?
Og ef við tökum skýrslur Open Doors þetta er ekki margir ljósir punktar og þetta eru bara svona litla breytingar en þeir eru þarna samt og það er gott að horfa á þá. Og eitt sjónarmið er að skoða hvers vegna ofsóknirnar eru svona miklar. Oft er það einmitt vegna þess að fagnaðarerindið hefur náð útbreiðslu og ofsóknirnar í Íran hafa til dæmis aukist vegna þess að þar hafa kirkjurnar vaxið á miklum hraða. Eftirlit og ógnarstjórn í Kína á sér stað vegna hræðslu yfirvalda. Það er nefnilega fleiri kristnir í landinu heldur en þeir sem tilheyra kommúnistaflokknum og það líta þeir á sem ógn. Og í Níkaragva og Kólumbíu þá aukast ofsóknirnar vegna þess að þeir kristnu taka málstað þeirra sem minna meiga sín í landinu. Og svo er annað sjónarmið að skoða stóru myndina sem að Jesús sjálfur teiknar. Hafið þér ofsótt mig, sagði hann, munu þeir einnig ofsækja ykkur. Þegar ljósi smýgur inn í gegnum myrkrið, þá eru ofsóknir eitthvað sem fylgir með og það er sá raunveruleiki sem Jesús býr okkur undir. Því að sælir eru þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlæti sakir, því að þeirra er himnaríki, eins og stendur í Matteus 5:10. Og gleymum ekki að biðja fyrir bræðrum okkar og systrum út allan heim og það er svo mikilvægt að við séum stöðug í því. Og fyrir árið síðan þá fengum við gest á mót til okkar í Vatnarskógi sem að Kristniboðssambandið og Saltkristi samfélag og Kristkirkjan héldu. Mann sem heitir Sefjan Nikolan frá Albaníu og mér fannst það var ótrúlega áhrifamikið að tala við hann og heyra frá honum. Hann upplifði ólst upp í Albaníu þegar hann var lokað og ástandið þar var í rauninni bara, svo hann lýsti því bara verra en það er í Norður-Kóreu, allavega ekki betra. En mér var svo sterkt þegar hann lýsti því að þegar hann sagði þegar landið opnaðist, það var búið að undirbúa jarðveginn, það var búið að biðja svo mikið fyrir landinu að fólk þyrsti fagnaðarerindið og það var tilbúið að taka á móti. Og auðvitað flúðu margir landið, ég held sér fleiri Albanir sem búi utan Albaníu heldur en í Albaníu, en þar voru líka kristniboðar tilbúnir í startholunum að fara leið og landið opnaðist og hann sagði ekki gefast upp á að biðja fyrir þessum lokuðu löndum, ekki gefast upp á að biðja fyrir hennu ofsóttu kristnu kirkju. Bænin er máttug og við vitum að Guð svarar. Og það er svona hvatning til okkar. Mér langar hérna að lokum að lesa bara stuttar frásagnir frá nokkrum löndum. Hér er frá Norður-Kóreu, þetta eru breytt nöfn í flestum tilvikum af því að bara öryggisástæðum. Þar er það Sanghua sem segir: Foreldrar mínir gátu ekki sagt okkur systkinum biblíusögur. Það var of hættulegt. Þar sem hættan á að börnin gætu komið upp foreldrana verða þeir að halda trú sinni fyrir sig. Og hér er frásögn frá Nígeríu. Þar er Jeremía, forstöðumaður í litlu þorpi í norður Nígeríu, vaknaði upp miðja nótt við skothljóð. Allir í þorpinu flýðu út í myrkrið. Margir urðu viðskila frá fjölskyldum sínum. Margir voru drepnir og einhverju var rænt. Hvort sem við lifum eða deyjum erum við drottins, sagði Jeremía. Í Íran gerði leynileg lögreglusveit áhlaup að heimakirkju sem Sagar leiddi og til þess að þurfi ekki að sitja af sér langa og erfiða fangelsisvist varð hún að flýja landið. Að yfirgefa íslam og gerast kristinn er hættulegt val í Íran, en þrátt fyrir þetta vex kirkjan hratt í landinu. Og svo frá Kólumbíu, einu af þessum rómönsku löndum. Heima hjá Danielu sem er 12 ára og Sebastian 5 ára mun stóll föður þeirra héðan í frá standa tómur. Plínjó, pabbi þeirra sat í ruggustólnum og hvíldi sig. Skyndilega heyrði fjölskyldan að skotið var tvisvar. Hann var farinn. Morðið á föður þeirra var aðvörun til hennar kristnu. Hættið að tilbiðja Jesú, annars verið þið drepin á sama hátt. En hvatning hennar ungu Daníelu er þessi: verið hugrökk og sterk og treystið á drottin. Og Open Doors vinnu með þessum fjölskyldum, veitið þeim áfallahjálp og styrk í þessum aðstæðum og það eru margir sem hafa vitnað hvernig þau hafa fengið hjálp í gegnum þessi samtök. Kristniboðssambandið
tekur líka þátt í að vinna á þessum svæði. Kristniboð erfitt og jafnvel bara alfari bannað í þeim löndum þar sem ofsóknir eru hvað mestar. Þær eru löndin lokuð eins og Kína, Miðausturlönd, Norður-Afríka og Pakistan. En Kristniboðssambandið tekur þátt í að ná til þessara landa í gegnum starf sem heitir SAT7 eða SAT7 og PAK7 sem eru Kristniboð sem fer fram í gegnum gerfinött og í gegnum samfélagsmiðla og sjónvarp og einnig með útvarpssendingu til Kína. Og þetta ekkert bara einhver svona venjulega sjónvarpsstöðvar eins og SAT7 og PAK7 þar sem fólk situr bara og horfir og svo það bara búið. Heldur þetta gagnvirkt starf. Áhorfendurnir geta haft samband, það eru sálgæsluteymi, þau geta fengið sent efni til uppörfunar og geta verið bara í stöðugu sambandi, fengið aðstoð eins og mögulegt Og þetta gríðarlega mikilvægt starf og þannig þetta ná með fagnarindi fólk sem hefur ekki heyrt og bara ekki hægt að senda neitt á staðinn. Og svo þetta ekki síður til að veita hinum kristnu sem eru oft þurfa að vera í leinum með trú sína, þetta veita þeim fræðslu og uppbyggingu sem svo ótrúlega mikilvægt. Og við kannski gleymum því hvað mikið forréttindi að fá að geta átt samfélag. Því það svo sannarlega ekki forréttindi allra í heiminum eins og bara þessar tölur sýna okkur. Og þannig að ég bara hvet ykkur til þess að kynna ykkur þetta ef að það sem Open Doors, þeir eru með efni, það allt á ensku og svo er norsk samtök sem heitir Stefanus Alliansen, það að finna þau líka á netinu, þeir eru með mjög mikið efni henni ofsóttu kirkju og svo einnig síðurnar hjá SAT7 og PAK7, þetta eru bæði á Facebook og bara á netinu og YouTube og það hægt að fá mikið upplýsingum þetta. Og svo kannski bara notið tækifæri að ég með þátt á Lindinni, Kristileg útvarpsstöðinni vikulega sem að fara aftur á stað núna eftir sumarfrí á mánudögum klukkan 4 og svo þátturinn endurfluttur og það eru í appi Lindarinnar fullt af þáttum og ég reglulega flyt fréttir og lesi vitnisburði frá fólki og það alveg magnað að lesa og heyra vitnisburðina frá þessu fólki sem býr við þessar hræðilega erfið aðstæður og ofsóknir að heyra samt, ég oft svo uppörfuð að lesa það, svo mikið von þrátt fyrir allt vegna þess að þau eiga lífið í Jesú og þau treysta og trúa að treysta algjörlega á hann þrátt fyrir allt sem það fengi að upplifa og það algjörlega magnað og mjög trúar styrkjandi að lesa þessa vitnisburði. Já, þá svona held ég bara spurningur til ykkur sem vill spyrja eða við gefum að byrja allir að tala í mikrofón svo það heyrist í streyminu. Já. Þakka þér fyrir. Ég fylgist því miður bara með lokum því seritis en þú varst að fjalla Kólumbíu. Ég hélt að Kólumbía væri kaþólskt land og þess vegna kemur óvart og talar ofsóknir gegn kristnu fólki í Kólumbíu. Það hins vegar alls konar glæpasveitir þar á ferðinni og alls konar deilumál og það getur eitthvað að því tagi hafa blandast inn í það mál sem þú varst að fjalla áðan. Sko, ég spyr bara stöðumál, þetta kemur svolítið óvart. Já, og eins og ég sagði áðan, þá kom þetta mér rosalega óvart því ég fór að lesa, að kynna mér þessi mál, hvað mikið ofsóknir gegn kristnum í Rómönsku Ameríku, þar sem að löndin eru í flestum tilvikum kaþólsk. En reyndin svo að, ég veit ekki, kannski varst ekki komið því ég var að segja, það bæði í Kólumbíu og þessum það mjög mikið svona mafjur, mikil spilling og glæpastarfsemi og þessar mafjur vilja ekki að unga fólkið eignist trú á Jesú og verði kristið vegna þess að þá ekki hægt að selja þeim eiturlyf, það ekki hægt að draga þau með inn í þetta og þeir að berjast gegn útbreiðslu kristninnar meðal annars, svo eru í einstaka tilvikum kaþólska kirkjan að vinna gegn evangelísku kirkjunum. Það ekki mjög útbreitt en það því miður einhvers staðar en það þá kannski svolítið öðruvísi, í öðruvísi formi. En þetta aðalega ástæðan og það kannski fyrst og fremst þessi glæpagengi sem að vilja ekki að
að unga fólkið eignist trú á Jesú. En á þann veg að spurningin er svo hvort að þau fengi þá fræðslu sem þarf til að skynja kristindóminn í víðtækara samhengi, í þjóðfélagslegu samhengi, spurningu réttlæti og þýumlykt og samskipti fólks á þann veg að lífið sé heilagt. Ertu að tala þá þá sem að verða fyrir ofsóknunum eða? Já, ég er að tala bara, bara í samfélaginu er ég að tala það að þetta ef þetta kaþólskt land, þá er að ræða ákveðið svona kristna mótun á kaþólskum forsendum. Og þá svona ekkert að segja sé ekki kristnir, hins vegar getur fólk farið að haga sér á allan vegu eins og glæpastarfsemi gefur til kynna. Og þá er þetta fyrst og fremst eitthvað sem hindrar framgang þessara glæpasamtaka og ef menn eru lifandi í trúnni, þá hljóta þeir að vera andmæla svona hátterni. Já, það er náttúrulega það sem er að gerast. Það er það sem er að gerast, nákvæmlega. Og þetta eru fyrst og fremst þeir sem að tilheyra evangelísku kirkjunum svokölluðu sem að verða fyrir þessum ofsóknum. Af því að þeir eru, Já, takk fyrir fróðlegt erindi. Mér langar að spyrja hvað er það sem Kristur kennir okkur að óttast ekki, láta ekki hugfallast. Hvað er það sem, við tökum bara þess að 3 menningar heima í Kína, það sé Asía, hvað óttast við kristni og þá síðar Afrika, það sé Nígería og Íran. Þú tækir þetta ólíkt eftir menningahópum, hvað er það sem óttast við kristna hugmyndafræði og af hverju telja þessir aðilar sístanda og eins og Indland til dæmis sem að held að veri friðsælt. Nú er stór hluti Íslendinga sem stundar einhverja indverska hugleiðslu. Ég veldi fyrir mér hvað er það sem að óttast, tökum bara menningarheim eftir menningarheim, Afrika, Asía, hvað óttast við kristina? Já, það er góð spurning, ég veit ekki hvort Ragnar frekar svara því, en þetta er svolítið merkilegt, hvað er það sem að óttast og við sjáum þetta líka hérna í okkar þjóðfélagi, að það er fólki stendur stuggur og hvað er það? Það er alltaf kraftur fagnaðarerindisins sem við vitum, sem að þekkjum hann og trúum á hann, að hann er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Og þetta og eins og ég myndist á, þá Jesús sagði við okkur, þið verði fyrir ofsóknum. Það er bara staðreind og það er við að sjá. En í mörgum menningarheimum og þá er náttúrulega trúarbrögð eru rosalega samofin menningunni og oft þá, sérstaklega eins og í Mið-Austurlöndum, jafnvel í Afríku, að þá líta þeir á kristni sem eitthvað vestrænt. Að það er einhverju vestræna hugmyndafræði og vestræna menningu og þeir óttast oft að þá sé vestrið að yfirtaka þeirra í rauninni. Já. Ég veit ekki hvort að þetta svara spurninguna, hvort að Ragnar vill kannski bæta einhverju við þetta. Eins og Kína og Norður-Kórea, þar er þetta hugmyndafræði guðleysisins sem að virðist vera það ráðandi að menn óttast að yfirráðum valdhafana sé ógnað ef að það fær að vaxa upp einhver trú í landinu eða trúarlegir hópar. Held ég að spila inn í allavega. Hvað nefndur annað? Já, Indland. Þar hefur náttúrulega allt versnað frá 1914 þegar að forsetinn tók við, eða svo sem hvað heit hann aftur? Já, og það vissu menn áður en að koma kosningi. Ég talaði við fólk frá Indlandi árið 2013 og það stemdi í þennan sigur, eða 2014 það var ekki búið að kjósa en það sögðu, það er ekki bjartur tími framöndu fyrir okkur ef hann verður kjörinn. Og það hefur bara ræst og það er svona ákveðin undiralda og áróðu fyrir því að við erum undir að það þýðir að við erum hindúar. Og það er náttúrulega vandinn í mörgum löndum þar sem að hugmyndafræðin er samofin trúnni eins og í mörgum löndum þar sem íslam er ráðandi líka. Í þessu samhengi geti bætt við að það var eitt sem sagði mig frá því
Ég man ekki nákvæmlega, held að við verið í Íran, að það var maður sem að, komst til trúar, kristina trúar, og hann sagði, ég þá ennþá í Írani? Get ég þá líka verið, af því þetta svo rosalega, þetta svolítið fjarri okkar hugsun, þannig að við áttum ekki, þetta það sem hjá svo mörgum. Írani múslimi, þannig að ef ég verð kristin, get ég þá verið í Írani áfram. Og eins og í Indlandi, Indverji hindúi, get ég þá verið Indverji áfram ef ég ekki hindúi lengur. Það svona sýnir hvað þetta rosalega samofið í menningunni og hugsunni hjá þeim. Samskiptum, þá má kannski velta ýmsu fyrir sér að hátterni vestrænna þjóða í samskipti víðum heim, í samskipti við Asíulönd, jafnvel þó hafið gert það í nafni frelsis, lýðræðis eða kristindóms, hefur ekki verið til mikið fyrirmyndar. Svo það er skiljanlegt að þjóðirnar í Asíu í heiminn geti svona efast ágæti kristindómsins ef þetta eru fulltrúar kristinnar menningar. Svo verðum við svolítið að gagnrýna okkur sjálf. Hvernig kristindómurinn hér á Vesturlöndum? Það er líka það sem verðum aðeins að beina spurninguna að okkur sjálfum. Það náttúrulega alveg að hreinu að margt sem hefur verið gert hefur dregið úr trúverðugleika fagnarerindisins og neikvæða vitnisburður, ef svo má segja. En með hitt áðan, það hvar liggur hollustan? Liggur hún við Guð eða við Jesú? Eða hollustan fyrst og fremst við þína þjóð eða einhverja hugmyndafræði? Og ef þú brýtur því út úr þeirri hollustu, að því þú ert búin að eignast trú á Jesú sem drottinn, þá ert í vondum málum, svona mannlega talað. Já, þetta ekki bara orðið gott hjá okkur? Ég held að tíminn sé eiginlega kominn. Við þökkum fyrir.